Góðan daginn skákmeistarar, ég ætla að taka fyrir kameljónið sem er afbrigði sigurlegur sem hefst sem sagt með þessari leikjaröð að leika rittari E2. Nú hver er hugmyndin með þessari leikjaröð? Hún er semst, ef við verum að tefla við skákmann sem teflir Svesnikov eða Kalashnikov með svörtu þá næri hann ekki að fá þá stöðutípu upp sko, við erum ekki búin að leika D4. Þannig að ef svartur leikur til dæmis leika svo D6 þá getum við telt lokaðabrið og farið svona hagstæð útgáfa af því sko. Og við erum svona að láta svartan sína spilin og ef hann leikur E6 þá getum við leikið D4 og þá eru komnir í Taimanov eða Poulsen og það er ekki það sem svartur var á eftir sko. Ef hann teflir alltaf Svesnikov eða Kalashnikov. Þannig að þetta er svona leikjaraða brella eins og maður segir. En svona leiðirna fyrir svartan að svona gagnrýna þessa hugmyndu væri þá E5 og taka yfir D4 eða leika sjálfur rittari D4. Og við ætlum að kíkja svona á sitt lítið að hverju hérna. Nú segjum E5. Þá ákvítur ekkert D4 lengur. Og þá myndi ég bara segja að rittari G3 væri svona skemmtileg tilraun. Og hugmyndin biskup C4, D3 og ofta F4 sinna. Og svartur á nokkra leiki hérna G6, biskup C4, biskup G7, D3 og ef svartur leikur rittari E7 þá kemur H4. Mikilvægur leikur. Við pressum á svartan, H6 kemur við fyrir biskup G5. Nú H5 er ekki, ég held að það sé nú valla til útlutnings að vera að veikja G5 reytin svona mikið. Biskup G5 kemur til greina með hugmyndin svo dróning D2. Þannig að H6, F4 tekið D6, dróning D2, biskup E6 og löngkrókun er betra á hvítan. Við sjáum að svartur á erfitt með að hrókera út að hangir alltaf á H6. Það er ekkit endilega svo auðvelt fyrir svartan að hrókera langt heldur sko. Gæti verið rittari B5 eða rittari D5 getur verið pirrandi leikir. Þannig að þetta á nú að vera betra á hvítan sko. Eftir H4. Nú D6 hefur telst, H4 samt sem aður, H5. Biskup G5, F6, segjum biskup F6, þá var ég hérna með afbrigði því líka og hérna er hugmyndin að leika F4 eða rittari D5. Rittari D5 er bara betra á hvít. Með hugmyndin F4 eftir á, eins kemur F4 til greina og rittari 1 og 2 og svartur undir pressu. Já, G6, biskup C4 og D3 og svo H4. Svartur á aðra leiðir, D6, biskup C4, rittari F6. Nú biskup E6 kemur til greina líka, D3. Það telst svona nokksun. Ég held að hrókering sé bara ágætisleið. En Tivjakov hefur valið að leika H4 hérna í lönguskákum og þetta er nú sennilega bara nokkuð jöfnstaða en ég myndi segja kannski var bara einfaldslega hrókering hérna og ég myndi nú halda að hvítur væri nú með betri möguleika F4 kannski bara næst F4 og C3 til dæmis rittari F6 D3 biskup 1 og 7 og það er G6 hefur líka þetta tefla hér þannig er einhver skák en þetta er svona þetta er alltaf aðeins betra á hvítan F4
er í kortunum og einn skák teldi svona og svartur gætt bara gefið leiku. Þannig ekki var þetta gott. Biskup 1 og 7. Hrókering. Og H3 er ágætisleikur hérna að koma við fyrir biskup G4. Svartur vildi stinga þessum inn hérna. Biskup E6. Líklega skásta tilurinn fyrir svartan að reyna að jafna tablið. Og virkar alveg rökrétt á mig. Það er spurning hvernig hvítu teflir það, hvort hann sé að fara að leika F4 hugsanlega. Það er eitthvað sem ég myndi íhuga. F4 eða ritari D5. Það er svona þeir tvei leikir sem koma til greina hérna. Það hefur telst hérna ritari D7, ritari D5. Þetta er svona mentuleið hjá svörtum. Og hérna reyndi svartur að ná uppskiptum á biskupunum, dróning H5. Þetta er einmitt skák með Tvjakov á móti Richard Bates árið 2018. Og hérna náði hvítur sterkur fyrir hvaði. Og hér er aðalhóttunum ritari E4, ritari F6 skák D5. Bara sýning að það fór, hrókur F6 góðuleikur. Og hvítur vann þetta svo bara mjög snirtilega. Mát hérna á H5. Við skulum þá skoða svona einhverja aðra leiðir fyrir svartan. Nú þá er það aðri leikir. Svartur getur reynt ritari D4. Og það er svona aðeins leikur. Kemur náttúrulega alveg við fyrir D4 auðvitað. Og hvítur getur leikið D3 en kannski svona meira kritist ef hann drepur á D4. Og hér á hvítur tvoleiki ritari E2 eða ritari B5. Og ritari E2 segjum E5 og ritari F6 geta alveg telst. En mig grunar að hvítur fá kannski hans betur eftir B3, biskup B2. Ég veit að tölvurnar eru hrifnastar að þetta er B3, semst með hugmyndin að leika D4 og vinna tempo. Svo bara C3, biskup D3 og eitthvað svoleiðis. Svona dálítið skrýtið staða. En B3 virkar alveg solid á mig, fyrir biskupin á B2 og drottningun út á langkrókira hugsanlega. En E5, ég hugsa að það sé nú best sko. D5 gefur hvítum kost á E5 og síðan myndi hvítur leika C3 held ég. Þetta með eftir dróning B6 og maður sjá dróning B6. Svona grunar að þetta sé ágætt á hvítan sko. Hann er að fá D4 reytin biskup D3 og eitthvað svoleiðis. En nú það E5 þetta geti verið sniðið til svörstum, kannski eitthvað svona D5. Það er hægt að taka á D4, þetta verður nú mjög undarleg staða. Skoða þetta eitthvað aðeins, þetta er F5, svartur verður náttúrulega að leika nákvæmum leikjum hérna, hrókering. Hvítur um biskuparið en biskupurinn er náttúrulega ennþá síðanum og forritin vil ég halda því fram að ef svartur leikur nákvæmum leikjum þá eigi þetta bara jafnt tafl. Ég er samt svolítið hissa því að hvítur er nú með biskupana en kannski er smá vesen að koma biskupnum á síðanum út. Þetta er eitthvað sem á skoðan annars. Og ég er D5 líka möguleiki sem hægt er að skoða. Og ég veit að einhverjir sterkir skákmenn að leika leikið hér og skákað á B5 ef mann rétt. Þetta er eitthvað með svona, ég er ekki alveg
með á hreinu bara hvað er að gerast hér en ég bara sína hugmyndir. Það er spurning hvort þetta B5 sé kannski krítiskara framhald. E5, dróning H5, D6, biskup C4. Þetta nú aðal hugmyndir hérna að hóta á F7, G6, dróning F3, þetta F6 og hótum á G8. Ef við leikur hóku G8 þá segjum við bara leika D3 sko, þá verðum við betri stöðu. En kritiska framhaldi er að taka C4 og D3 hrókering og það er náttúrulega geti kannski einhver myndi vilja dreif með DP og C2 en það er ekki sniðut út á D3 og biskupið frá H6 og svo vill náttúrulega svartur að hvítur sem er biskupin sem lengst á C-num. Dróndreipur E4, B3, biskup D7, C-dreipur, drónd D4, hóku B1. Já, ég myndi halda þessi stað að vera bara óljós sko, ég er ekki alveg viss hvernig þetta er sko. En þetta er eitthvað sem má rannsaka nánar og í must win skák þá er þetta alveg athyglisvert fyrir hvítan. Nú svartur á líka E6. Svartur leikur E6 og þá getur við leikið D4 og ef hann dreipur á D4 þá er þetta bara hefðbundin sigilöfurn, getur við farið í Poulsen eða Taimanov en svartum tókst ekki að fara í Svesnikov til dæmis. Og E6, D4 þá er D5 er svona leikur sem hefur sjálfstætt vægi í rauninni en svartu vil meina að ok, þú ert ekki að komast sigilöfurn, þú ert bara að fara að tefla ykkur á franska vörn hérna. Tekið á D5, tekið á C5, D4 og rittari E4. Við skulum kíkja hérna á eina skákið þessu. Svartur leik D5, E-dreipur D5 og biskup C4, biskup 1-3 á sig, geti komið til greina. Hér er með einhverja línu og A3 til dæmis. Besti leiklega að leika bara C4 hjá svartum. Það myndi teflast eitthvað með svona staðan er einhvers konar jafnvægi. Þetta sem bara jafnt tafl sko. Ef hvítu vil reyna að fá meira þá verður hann taka á D5. D-dreipur C5, D4. Nú svarti getur leikið F5 með einhverja línu hérna og þetta áttur betur hóku C, hvítu fær alveg virt spil hérna fyrir peð tímabundið. Þetta er auðvitað eitthvað sem það er að rannsaka. Það má leika C3. Þetta er F6, þetta er skákinn í Pípers Fernandes árið 2023, biskup G5, biskup 1-7, biskup 1-7, dróning D2. Hérna var líklega bara best að skáka D6 og leika rittari G3, sína þá línu. Ef hann dreipur þá fáum við aðeins betra hérna. Ef hann dreipur á D2, biskup B5 og hérna getur hvítu valum að dreipa á B7 eða ekki en já, við erum náttúrulega peðin yfir. En ég læt þetta gott heita af Kamiljónu. Takk fyrir.